Já, nei, passa, Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran, OB og Strákarnir okkar. Mér langar að spyrja, við erum aðeins í viðtölum og svona í kringu leikinn að fara inn á dómgæsluna. Það rosalega mikið það líka bara aðri þjálfarar í öðrum liðum, í öðrum riðlum eru mjög ósáttir við dómgæslu á þessu móti. Er þetta ekki vonbrigði? Jú, ég verð að segja það og ég geti auðvitað tínt til hellings atriði og við sjáum þetta sérstaklega þegar við erum að skoða leikinn aftur hvað er rauninni mikið af bara slæmum ákvörðunum og svona fyrsta tilfinning eftir Túnisleikinn til að mynda var bara nokkuð gott hjá þeim en eftir að svona skoða þetta betur og þá í rauninni síðustu 10-12 mínútur það svona falla ansi margir dómar og það bara get ég einfaldlega sýnt sko gegn okkur svo hérna í gær að svona kemur pínu, hvað sem sympatíu dómgæsla með Angola og hérna við fullir virðingu fyrir þeim og annað og þetta er eitt besta dómarapar í heimi en þeir falla svona pínu í pittin sko og við varum mjög myndið að sjá þetta það er svona, mann er fast á leiðilt að sjá hvað þetta var opaslega mörg atriði sem að fjall ekki með okkur sem hefur klárlega átt að gera það og það hafði kannski gengið út af með 17 og það er bara, ég segi það reynd út sko, upp á jafntefli að gera 17 mörk bara allt annað þetta er 14 þetta er svona, þessi dómgæslu gæði gætu klárlega verið meira En sko, sérstaklega furðulegt að ljósa þess að tæknin er til staðar, þú veist, með alls konar tækni það er endalaust einhverjum jakkafattaklæddum mönnum þarna sem eru tilbúnir að henda tvist á bekkinn hjá þér og annað ótrúlegt hvað fær margt svona að ganga þarna Já, ég tek undir það og við vorum að mynda að ræða þennan punkt sko þeir verðist bara að fara stöðugt fjölgandi tæknimönnunum og aðstofafólkinu sem að sitja fyrir aftan bekkina og þetta er orðið ansi löng röð þarna af fólki sem er að sinna þessu sama tíma og við verðum að kvarta yfir tíma annars er að það fjölgar ekki starfsfólki á bekknum fyrst var þetta 12 leikmenn, svo fór þetta upp í 14 leikmenn, svo fór þetta upp í 16 leikmenn við erum alveg á því að það myndi hjálpa okkur mikið að hugsa að hafa 5 starfsmenn á bekknum og þannig að það er svona eitt og annað sem er að gera sem maður bara í sjálfu sér skilur ekki Rétt í lokin, það eru margir þjálfarar og svona menn í kringum móti búin að minna svo á dómgæslunni og segja hún sé ekki nógu góð kemur til greina að þjálfari sendi frá sér einhverja sameiginlega kvörtun til EOF og segir bara að þetta verður að vera betra Sko, þjálfarar hafa ekkert sérst niður til að fara eitthvað sérstaklega í svona mál það er aftur á móti að við tökum það stundum upp hjá okkur og senda einfaldlega einhver atriðin sem við klippum saman og sendum áfram og hérna sem atriði sem við viljum gera athugasemdir við. Stærsta vandamálið í þessu er það að þeir sem að sinna þessum dómarahlutverkum, þeir sem halda utan þau málum þeir ráðfæra sig akkurat ekkert við þjálfara. Það er, þeir hafa vinna í sínum hópum en þeir spyrja ekki það sem er á gólfinu. Álits á því sem að þeir eru að gera, þeim breytingum sem þeir eru að gera og hvað hugsanlega mætti betur fara og svo framvegis. Þennan vinkil vantar algjörlega.